skólakerni, kennarar, starfsfólk MH og aðrir gestir. Ég býð ykkur velkomin til þessarar brautskráningar og vona við eigum hérna ánægjulega stund saman. Ég heiti Helga Jóhannsdóttir og mun stýra athöfninni. Ég vil byrja á að þakka Kára Kolbeini Jónssyni fyrir hljóðfæraleikinn fyrir athöfnina. Það róandi að heyra svona fallega jólatónlist rétt fyrir jólin í jólastressinu. En við erum komin hérna til að slaka á. Í dag verða brautskráðir 84 nemendur frá Menntaskólanum í Hamrahlíð af 6 námsbrautum. Í MH njótum við þeirra forréttinda að hafa öflugan skólakór og núna bætist við nýstofnuð barokksveit kórs MH. Við nýtum öll tækifæri til að njóta tónlistarflutnings nemenda okkar undir stjórn kórstjórans Hreiðars Inga Þorsteinssonar. Rétt strax ætlum við að hlýða á kór Menntaskólans við Hamrahlíð og nýskipaða barokksveit kórs MH flytja lagið Slá þú hjartans hörpu strengi úr kantböndlu númer 147 eftir Jóhann Sebastian Bach. Valdimar Rím íslenskaði. En að loknum tónlistarflutningnum þá tekur til máls Guðmundur Arnlaugsson konrektor og síðan tekur eitt við að öðru samkvæmt prentari dagskrá. Kór og barokksveit MH gjörist vel.
Kæru útskriftarefni, fjölskyldur, vinir og samfélagsfólk í MH, innilega til hamingju með daginn. Ég vil byrja á að þakka nýskipaðri baróksveit MH kærlega fyrir þennan glæsilega flutning og þið séu því niður úr salnum á þessu stundu. Við byrjum hverju mína þegar við komum tilbaka. Það er fallegra en gott barók og jólunum verða sérstaklega viðeigandi. Jólin eru hátíðlegasti tími ársins. Við keppumst við að hafa hreint, förum í okkar fínustu föt, pössum upp á að jólamatur verður sem bestur og vöndum okkur við gjafaval til að gleðja okkar nánustu. Það er alltaf sérstök stemning sem fylgir útskrift á haustum. Nemendur eru komnir í jólafrí og skólinn er skreyttur. Kennarar hafa nú nýtt strengingi í yfirferðar og einhverju gjafa þörf, en þá nokkur að daga frí. En hins vegar hafa annar lok í för með sér þó nokkra vinnutörn fyrir okkur stjórnendur. Það þarf nefnilega að klára skipulagningu vorana, negla niður kennsluskiptingu, fella niður áfanga sem ekki fekk svo mikið aðlí, fara yfir námsfólk nemenda, smíða töflur næstafnar, ráða en nýtt starfsfólk, kveðja þau sem að hætta og svo vitaskuld taka inn nýja nemendur í stað þeirra sem kveðja þau. Þetta er þétt og full dagskrá og við hann að bæta svo útskriftar aðtöfnin og allt sem henni fylgir. Það er því ekki laust við að haustanar konungur öfundi vorunar konungur af því hvernig áframkanninni hafa þær í mæl. Og ofan á bætist við hefðbunda jólastress sem þekkjum öll. Ólíkt íslu upplifum sem börn, þá líða dagarnir í desember allt og hratt. Og enginn veit hvernig tími á að finnast til þess að fara á jólatónleika, klára þingköp og tiltækt. Og ég reikna með að þetta eigi við okkur öll, bæði okkur hér á sviðinu og þau þær sem eru hingabúin í dag til að samfagna með íslensku. Stúdentsveistur eru ekki einfaldasta viðbótin ofan á jólum, og þá ekki minnst á síðustu metrana í náminu, því þessu önn hefur verið mörgum eitthvað stressandi og ef til ekki víst hvort að takmarkinu verið náð fyrir á síðustu stundu. En það sem þið gerðuð, þá gerðuð þið það vel. Því hér sitið þið nú og dagurinn er, þrátt fyrir allan jólaundirbúninginn sem henn eftir, einmitt dagurinn ykkar. Stundin er runnin upp, þið setið brátt um stúdensúna og kláruð þessa vegferð með okkur sem eftir verðum í MH. Flest ykkar komið yngur haustið 2022 þegar COVID var nokkur neginn gengið og skólastarf að verða venjulega eftir tíma sóttvarnahofa og fjarkennslu. Það var jafnframt nýr síðasta önn í fullri kennslu, svo ég fékk að kenna nokkrum verk í húnum mánuð áður en ég var kallaður til annað að starfa í okkur það ár. Það voru ánægjuleg kynnu og stutt væri. Önnur komu auðvitað fyrr, sumur ekki seinna, en af þessum árum sem liðir eru hafa þau öðvastan titil sem mér þykir hérna vænsku. Þið eruð MH-ingar. Og þið hafið sem MH-ingar svo sannlega staðið undir nafni. Þegar við sýnta og sannlega hversu þið eru nekluð í námi, í félagsstarfi, ýmsum keppnum, í leiklist, myndlist, tónlist og dansi. Á síðustu árum höfum við séð skóla, höfum við séð félagstíð skólans ná sér aftur strík eftir erfið árið COVID. Við höfum líka kynningar á metnaðarfullu lokaverkefnum, við höfum heyrt frábæran kórsum og varðar stórkostlegir leiksýningar, mörg okkar oftar en einu sem á hverju. Og í haust lítum við einnig á mörg stórskemmtilega ljóð sem saman voru fyrir nýja ljóðakeppni MH sem verður haldinn ár hvert héðan í frá í tilefni af íslenska tungu. Sjálfur fékk ég líka njóta þess að sitja á fremsta bekk í sigurgöngu í Gettu betur og reyndi mitt besta til að standa mig í kappstyrkluturskinn á meðan. Ég skrifaði fréttir á heimasíðunum frábært gengi margra MH-inga á íþróttamótum og í skátastarfi. Og svo hef ég vitaskuld sér fjölmark MH-inga blómstra í listsköpun og listflutningi utan veggja skólans og innan. Það er heiður að fá að taka þátt í að stýra og leiða þennan öfluga skóla og nemendahópinn sem hér er samankominn. Þið gerir okkur starfsfólk skólans stolt á hverjum degi. Fyrir okkur er útskriftin ljúfsár aðferð. Þið haldið nú frá MH og við taka ný og spennandi viðfangsefni á 40 sviðum. Þið viljum takast á þau með glans.
Við sem sitjum aftur á móti eftir þurfum að gera okkar besta til að halda skólanum gangandi án ykkar. Það koma vitaskuld inn 9 nemendur, sum strax í janúar, önnur í ágúst og önnur enn síðar. Það vilt gangur bæði lífs og skólastarfs. Og ætti þau ekki líka á því að vera jafn frábær og þið. En þau verða ekki þið. Þið eruð einstök og við erum ríkari af því að það er kynnst og unnið við ykkur. Þið eruð MH-ingar, þið verðið alltaf MH-ingar þótt þú útskrifist hér í dag. Þið eruð stolt af ákomanum, njótið dagsins, fagnið vel og lengi. Við verðum svo hér þegar við kíkja hér svo. Hjartalega til aðeins daginn og gleðileg jól. Standa himminslið, í helgum dýrða ljóma, loftin að hljóma við, þar englatungur hljóma. Gloria, 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 Hosanna in excelsis. Gloria, 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 Hosanna in excelsis. Allt sem lifandi blir, í auðni drottni syngi, og talar hljómi því, og allar klukkur hringi. Gloria, 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 Hosanna in excelsis. Gloria, 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 Hosanna in excelsis. Þegar láttum hljóma þá, í himins loft er sanna, Guð sem gefur frið og sátt, nú gistir jörðu manna. Gloria, 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 Hosanna in excelsis. Gloria, 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 Hosanna in excelsis. Gjörðu aðeins hérna á sviðinu. Ég óska ykkur verðandi stúdentum til hamingju með áfangann. Prófskírteinin sem þið fáið hér í ýmsum útfærslum og með fjölbreyttu innihaldi. Skipting stúdentsefna á brautir sem hér segir: 15 á félagsfræðabraut, 1 á listdansbraut, 3 á listmenntabraut, 2 á málabraut, 9 á náttúrufræðibraut og 55 á opinbraut. Og ef einhver er að veltaði fyrir sér hver heildarsumman eða heildarsumman sé ekki rétt sem þá er einn nemandi að útskrifast á 2 brautum. Við ætlum að vinda okkur
við að við tökum einu röð í einu og byrjum hér mér á vinstri hönd og við höldum í það hefða að klappa fyrir röðinni þegar við komum aftur að sætunum sínum og já, þau eru bara til í þetta og þá getur þau líka tekið að þeim vindir. Þannig að við skulum bara vinda okkur í þetta Guðmundur. Það var myndið líka. Alexander Aron Árnason, stúdent af Óperubraut, en það varst á stærðfræði og hljóðfræði. Alexandra Ósk Sverrisdóttir, stúdent af Óperubraut, en það varst á samfræði og sögu. Andreas Tilly Óger, stúdent af Óperubraut, en það varst á félagsfræði og íslensku. Andri Rafn Ævarsson, stúdent af Óperubraut, en það varst á sögu og ensku. Arnardís Elíasdóttir Blöndal, stúdent af Óperubraut, með áherslu á dönsku og ensku. Atli Ásaksson, stúdent af félagsfræðibraut. Auður Elli Hafberg Örnudóttir, stúdent af félagsfræðibraut. Athena Lilli Gissemann, stúdent af Óperubraut, með áherslu á sálfræði og ensku. Bára María Bókadóttir, stúdent af Óperubraut, með áherslu á sögu og ensku. Benedikt Bjartur Sverrisson, stúdent af Listmenntabraut, með áherslu á myndlist. Og hér afmælisbarn dagsins. Gildar og Asani, stúdent af náttúrufræðibraut. Bragi Hemstótt, stúdent af Óperubraut, með áherslu á ensku og sögu. Bríett Björg Rúnarsdóttir, stúdent af Óperubraut, með áherslu á myndlist og félagsfræði. Brynjar Evi Styrkarsson, stúdent af félagsfræðibraut. Davíð Ármannsson, stúdent af Óperubraut, með áherslu á stærðfræði og tölvunarfræði. Og Einar Aron Ingólfsson, stúdent af Óperubraut, með áherslu á yrkissögu og yrkissaga. Elfur Gabriela Sabo, stúdent af Óperubraut, með áherslu á samfræði og þýsku. Elisabeth Eva Guðmundsdóttir, stúdent af félagsfræðibraut. Emma Hólm Hauksdóttir, stúdent af Óperubraut, með áherslu á samfræði og sögu. Eyrún Ólöf Ívarsdóttir, stúdent af félagsfræðibraut. Eysteinn Ægir Kristjánsson, stúdent af Óperubraut, með áherslu á ensku og sögu. Flóki Lagsson, stúdent af Óperubraut, með áherslu á sögu og ensku. Freydís Baldvína Aradóttir, stúdent af Óperubraut, með áherslu á sögu og jarðfræði. Freyja Dís Heiðarsdóttir, stúdent af Óperubraut, með áherslu á myndlist og líffræði.
Grétar Berg Henriksson, stúdent af félagsfræðibraut. Guðrún Baldursdóttir, stúdent af náttúrufræðibraut. Guðrún Sigríður Snæland, stúdent af óperubraut með áherslu á líffræði og stærðfræði. Gunnar Már Helgason, stúdent af óperubraut með áherslu á stærðfræði og myndlist. Hekla Gnám Tvöradóttir, stúdent af náttúrufræðibraut. Helgi Þórir Sigurðsson, stúdent af óperubraut með áherslu á sögu og myndlist. Helgi Sanna Sveinsdóttir, stúdent af óperubraut með áherslu á sögu og dönsku. Hildur Arna Hafsdóttir, stúdent af óperubraut með áherslu á íslensku og stærðfræði. Hnikar Örn Arnarsson Bergmann, stúdent af óperubraut með áherslu á ítölsku og sögu. Hrefna Margrét Guðlaugsdóttir, stúdent af félagsfræðibraut. Ingólfur Ísa Ingólfsson, stúdent af óperubraut með áherslu á ríkissamfræði og ensku. Isabella Ring, stúdent af óperubraut með áherslu á sálfræði og ensku. Íris Agnarsdóttir, stúdent af óperubraut með áherslu á myndlist og sögu. Isabella María Jónsdóttir Hjartar, stúdent af óperubraut með áherslu á sálfræði og ensku. Jakob Leo Alonsson, stúdent af óperubraut með áherslu á ensku og myndlist. Janice María Alves Fortes, stúdent af listmyndabraut með áherslu á leiklist. Alistair Jewel Tipagdi, stúdent af náttúrufræðibraut. Jóhanna Lorange Magnúsdóttir, stúdent af óperubraut með áherslu á spænsku og ensku. Jónína Margrét Þóradóttir, stúdent af félagsfræðibraut. Karin Inga Gylfadóttir, stúdent af listnámsbraut. Karolína Thoroddsen, stúdent af óperubraut með áherslu á sálfræði og ensku. Kristín Tindís Arndal Guðbrandsdóttir, stúdent af óperubraut með áherslu á sálfræði og félagsfræði. Kristján Tumi Tómasson, stúdent af óperubraut með áherslu á leiklist og dönsku. Lavan Sirvan Kamal, stúdent af óperubraut með áherslu á líffræði og efnafræði. Lilja Sól Rosenthal Sting, stúdent af óperubraut með áherslu á myndlist og ensku. Lorelei Hrönn Kiambo Leona, stúdent af náttúrufræðibraut. María Sól Kristjánsdóttir, stúdent af listmyndabraut með áherslu á leiklist. Markus Böðvarsson, stúdent af óperubraut með áherslu á sögu og ensku. Mildred Iguma, stúdent af félagsfræðibraut. Oddný Helga Gunnarsdóttir, stúdent af óperubraut með áherslu á ensku og jarðfræði.
Ólafur Örn Þorsteinsson, stúdent á Náttúrufræðibraut. Ólafur Smári Pálmarsson, stúdent á Náttúrufræðibraut. Óskar Raffsson, stúdent á Félagsfræðibraut. Salka Grímsdóttir, stúdent á Félagsfræðibraut. Sara Lind Pálmadóttir, stúdent á Hópinnibraut með áherslu á íslensku og ensku. Sigrún Ásta Jónsdóttir, stúdent á Hópinnibraut með áherslu á líffræði og sögu. Sigurður Elri Borgarspur, stúdent á Félagsfræðibraut. Síðan Eyja Nara, stúdent á Hópinnibraut með áherslu á sögu og ensku. Sóleyja Björk Sækisdóttir, stúdent á Hópinnibraut með áherslu á samfræði og félagsfræði. Stefán Böðvarsson, stúdent á Hópinnibraut með áherslu á sögu og ensku. Steinar Bergsson, stúdent á Hópinnibraut með áherslu á sögu og ensku. Steingrún Daníel Gísladóttir, stúdent á Náttúrufræðibraut. Sunna Sól Pálsdóttir, stúdent á Hópinnibraut með áherslu á sögu og heimspeki. Sölvi Freyr Valdimarsson, stúdent á Náttúrufræðibraut. Unnur Aradóttir, stúdent á Hópinnibraut með áherslu á sálfræði og leiklist. Valgerður Birna Magnúsdóttir, stúdent á Félagsfræðibraut og Málabraut. Viktor Smári Unnarsson, stúdent af Félagsfræðibraut. Vít Há, stúdent af Hópinnibraut með áherslu á myndlist og stærðfræði. Saman Shirvan Kamal, stúdent af Hópinnibraut með áherslu á ensku og sálfræði. Þorbjörg H. Sveinbjörnsdóttir, stúdent af Hópinnibraut með áherslu á sögu og félagsfræði. Þorsteinn Stefánsson, stúdent af Félagsfræðibraut. Þórdís Brynja Aðalsteinsdóttir, stúdent af Hópinnibraut með áherslu á líffræði og stærðfræði. Þórhildur Þorsteinsdóttir, stúdent af Málabraut. Þórunn Þórhallsdóttir Bröndal, stúdent af Hópinnibraut með áherslu á sálfræði og leiklist. Sofía Hani af Hópinnibraut með áherslu á ensku og eðlisfræði. Elín Lára Garðarsdóttir af Hópinnibraut með áherslu á myndlist og tölvunarfræði. Ingibjörg Hjalmund Brynjarsdóttir af Hópinnibraut með áherslu á líffræði og ensku. Og Lea Þorbjörg Lárusdóttir af Hópinnibraut með áherslu á sálfræði og ensku. Ég
sem hafa náð ágætum árangri í brautskráningu og einnig í einstökum greinum. Þannig að við ætlum að draga fram bókaskáp og sjá hverju við getum komið út. Já, okkur ákveður að biðja Sölva Freyr Valdimarsson og Valgerði Birnu Magnúsdóttur að koma upp til okkar.
Semidux menntaskólans við Hamrahlíð er Valgerður Birna Magnúsdóttir með 9,18 meðaleinkunn á stúdentsprófi. Valgerður Birna hlýtur jafnframt viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í dönsku og félagsfræði. Dux menntaskólans við Hamrahlíð er Sölvi Freyr Valdimarsson með 9,79 í meðaleinkunn á stúdentsprófi. Sölvi Freyr hlýtur jafnframt viðurkenningu frá skólanum fyrir ágæta námsárangur í íslensku, í efnafræði og í líffræði. Og síðast en ekki síst hlýtur Sölvi Freyr raungreinaverðlaun Háskólans í Reykjavík fyrir framúrskarandi árangur í raungreinum á stúdentsprófi. Næst langar okkur að kalla á svið Atla Ársælsson, Eyrún og Ólöfu Ívarsdóttur, Karolínu Thoroddsen, Maríus og Kristjánsdóttur, Markus Böðvarsson, Oddnýju Helgu Gunnarsdóttur og Stefán Böðvarsson. Atli Ársælsson hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í sögu. Eyrún Ólöf Ívarsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í sálfræði. Karolínu Thoroddsen hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í ensku og frönsku. Maríus og Kristjánsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í leiklist. Markus Böðvarsson hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í spænsku. Oddný Helga Gunnarsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í jarðfræði. Og Stefán Böðvarsson hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í spænsku. Þá er búin að vona að tæknin brauðs okkur ekki. Sjá hvað gerist. Já.
Sif og Lóka Dagsson og koma hingað upp með þeim. Það er ekki alvarlegt að hafa útvarpsstjóra í húsinu á þessum degi. Atli, Flóki og Valgerður Birna eru Gettu betur í skólans sem að vann Gettu betur fyrir MH hönd annað árið í röð. Atli var í aðalliðinu bæði árin en Valgerður og Flóki voru í aðalliðinu fyrra og í aðalliðinu í ár. Og okkur fannst tilvalið að heiðra þau aðeins svona í ljósið þess að þau eru öll að útskrifast saman. Það eflir andan og samhildin innan skólans að fylgjast með Gettu betur í sjónvarpssal eða heima í stofu og við þakkum þeim innilega fyrir bæði skemmtilega framkomu, mikil tilsvör og síðast en ekki síst árangur síðasta vetur. Það er von okkar að þessi litli þakklæti skópur gefur þeim tækifæri á að halda áfram og njóta samvista eftir það árið.
voru nýstúdentar að flytja ávarp og það höfðu Flóki Dagsson og Þórhildur Þorsteinsdóttir. Kæru almanningar og öll viðstödd, inni með allra manningar og útsnitt. Það er MH eftir áhrifar í Kleppsveg. Áhrif frá námi, kennurum, vinum og kunningum. Þá helst frá áhrifina ýta mann í átt að sjálfu sér og leitina að sjálfinu. Kennarar sem skýra svo skært af sjálfsöryggi og áhuga á námsefninu hafa þau áhrif að nemendur leggja sig meira fram og þora að sjá sínar eigin hliðar. Í öllum þeim áfengum sem ég hef tekið hefur mér finnist mikil áherslu á tjáningu. Það er það sem ég þykir svo ótrúlega dýrmætt að hafa ræst hér. Í þessu yndislega opna umhverfi öll hvert til tjá sig. Hvort sem það er gegnum klæðaburð, tónlistarsmekk eða brautarval, að þá fá öll einstök tækifæri til að tjáningar á sínum einstaka innri heimi. Meðfram tjáningunni verði ég eini andstæðar hennar, hlustunina. Hreiðar kúrstjóri ræði mikla áherslu á að við hlustuðum með nærgætni hvert á annað í sveignum. Að hlusta á alla raddirnar í kringum okkur til að styrkja eigin rödd. Hann kallaði það að syngja með eyrunum. Þetta er eitthvað dýrmætasta sem ég hef lært á milliskóla. Nauðsynlegt er að hlusta á fólki í kringum sig þannig að þeirra hæfni að geta tjáð sig vel á nærgætni og festu. Fólki sem ég hef kynnst innan veggja þessara dásamlega grábyggingar. Ég veist svo sannarlega kennt margt, bara við það eitt að læra hlustu. Lærdómur er eins og skýi í hjartanu sem færist hægra til vinstri. Stundum er það gult, stundum grænt og stundum bleikt. En ég sé alltaf í gegnum það. Í skóla eins og MH sem hefur upp á að bjóða með fjölbreytt nám, gefst nemendum tækifæri til að sækjast eftir ómetanlega djúpri þekkingu. En það er einmitt þekkingin sem er eins og skýið í hjartanu. Og hjartan nærist af fjölbreyttri þekkingu. Ég hef fengið að lesa heimsbókmenntirnar í fjölbreyttum ensku og íslensku áfengum. Svo má nefna 3 mismunandi heimspekiábókar þar sem manni gafst tækifæri til að endurspegla líf sitt í lífræna samhengi, rannsaka kvikmyndirnar sem hann horfir á og njóta óperu í djúpu samhengi. Einnig fékk maður það tækifæri að læra vestræna listasögu allt frá miðöldum upp til nútímans. Í þessum skóla er nefnilega svo mikið af áfengum sem hafa svo djúpa og fjölbreytta valáfangar. Með þeim fá nemendur dýrmæta dýpt á þeim sviðum sem þeir hafa áhuga á. Fátt kemur sér vel í notkun í framtíðinni og þessi dýpt. Í þessum skóla er mjög mikið tækifæri sem ég hef annars aldrei haft. Ég fekk meðal annars að gera existentialiskar örmyndir, súrrealísk handrit, dataísk og heimsendalega útvarpsþætti. Og svo bara venjulega rithöfundur. Blandan af því hefðbundna og því tilraunakennda er einnig það sem undirbýr hæfileikamanns og áhugamál fyrir framtíðina. Æfingin skapar meistara og þetta er einmitt staðurinn þar sem maður á að fá að prófa sig áfram. Ef ekki væri fyrir menntaskólann á Hamrahlíð væri sköpunargleði, þekking og félagslíf mun veikara. Í MH hefur skýið í hjartunum stækkað og flatt á milli staða í okkur öllum. Það á sín eftir að spýtast upp úr okkur öllum, ná til himna og reikna yfir í þjóðfélagið og næra menninguna. Þeirrum MH-ingar út í heimi eru fljót myndað regndropum sem þeirra upplifun að nemendur þessum skóla er. Samhliða fjölbreytta námsframboðinu býður MH upp á stórbreytt félagsnám. Mér langar að segja að það getur öll fundið eitthvað fyrir sín smekk. Það gerði ég svo sannarlega. Þessi hlið skólans var mér svo einstök. Ég fengi að tjá mig í gegnum leik, tónlist, myndbönd, greinaskrif, auglýsingaskilti og einlægar samræður. Það kynnist kona öllum ýmsu hliðum á fólki þegar það sýnir ekki endilega í eðlisfræði sem það andar til það. Stundum var það svo að við vorum meira í skólanum en heima hjá okkur. Þá sérstaklega í æfingarferðum fyrir söngleiki og leikrit. MH var því eins og annað heimili fyrir mér og fjölmörgum öðrum. Allir þessi tími sem ég nefndi eitt saman innan veggja skólans urðu til þess að tengsl dýpkuðu, persónuleikar þroskuðust, ástir lét að sjá sig, drama var til reyku, drama var leyst, hláturinn rómaði gangana og stundum féllu nokkrar tár. Ég hef svo sannarlega upplifað allan tilfinningaskaðan í þessari 30 árs löngu rússíbanaferð og ókvað ég þakklátt. Í einu af dýrmætu samtölunum sem ég hef átt við nánar vinkonuna ræddi við það
hvað það væri alltaf mikið að gera hjá okkur. Svo mikið að við næðum alltaf að koma upp á andan. Hvort sem það var námið eða félagsliðir vorum við öll niðursokkin í ýmsum verkefnum. Vinkona mín segir okkur vera inni í hringinni. Það er svo mikið í gangi í kringum okkur að við tökum alltaf eftir því sem gerist í hversdagsleikanum. Hún segir okkur utan hringiðuna ríkir friður en einnig í henni milli. Þegar þú býður öðrum fætinum í hringiðuna er ekki eftir snúrið. Hún dregur þig inn og tekur þig með í hringrás æfinga. En það sem við gleymum oft er að hringiðan er eitt af besta sem getur hent okkur. Hún hendir þér lengst út fyrir fæðingar á móti, beinir þér á allt aðra braut en þú ætlaðir að fara. Það er ekki fyrir hún kemur út úr hringiðinni í friði sem það áttar að þig hvað hún verður. Þannig upplifði ég MH. Leið og stígur frændi inn í þessa skóla, dreifur hann til sín og fleiri í hringiðina með öllum hinum. Við stoppum eins lengi á hverjum einum stað en tekur með þekkingu og virðingar frá hverjum einum þeirra. Utan náms gafst manni ýmis tækifæri. Hvort sem það var með margra klukkutíma náma gjörninga matkalli fyrir komin námsdag. Eða þætti í útvarpæðingum áhugum sem framhaldsskólahefingar. Síðan fekk tvífæri minn að vera mjóðarnafn á samfélagsmiðlum. Einnig var mínast á sigur minn í einni gjörningarkeppni leikfélagsins sem hefur ekki verið haldin þegar það síðar. Ég hef ekki tekið jafnvel þátt í nefndum eins og foreldri. Þetta fyrir skólavist og ég hef verið leikið að spurningkeppni framhaldsskólanum. Seinustu 3 ár hef ég alltaf verið í Gettu betur-hópnum og við höfum nú unnið 2 í röð. Í minni tíð hefur hann að vera einn af 3 skólum sem hafa unnið keppnina 2 í röð. Gettu betur er líka nám. Man lærir ekki bara fyrir það sem keppur spurt út í, heldur lærir maður líka að vera í liðsind. Stór hluti míns félagslífs sprettur út úr Gettu betur. Það að geta vinkast við fólk sem eyðir óhefnilegt tíma í neð í 40 hæfileiki sem ég hef nú að hjálpa. Það fyllir mann á stolti á sjálfsögðan glæsilega byggar ábærandagöngu skólans en einnig létti yfir því að útskrifast. Því ef svo skil kynni að hann skuli hverfa okkur einhverjum okkar, en hann er ekki gerast, þá pröfum við umgangstónu hilluna. Það sem við höfum lært frá skóla, hvort sem það getur náttúrulega fengt ekki, er við tilbúin. Þessi líf sem við fengið mun nýtast okkur öll í lífinu. Það sem við erum heppin að það fengi að stoppa hér við, kynnast öll okkar frábæra fólki, læra svo margt og fá að vaxa á þarna í þessu dásamlega opna umhverfi sem leyfir hverjum einum að vera eins og þeir eru. Á aðlokum langar mig einnig að vísa í ljóð eftir uppáhaldsskáldið og listamann, Kurt Schwitters. Ljóðið eða sonata, nefnist úrsonata, er saman millistríðsárum Þýskalandi og áhuga á allri mannlegri upplifun, hvert fáránlegt hún skilur eitthvað svega. Þar með talið að útskrifast úr menntaskóla. Fönspöfet þessu gift till Jukka. Renskelmju. Dzianczy się renskelmju, rakety wepe, rączy to.
daginn og velkomin í hóp útskrifaðra MH-inga. Mér reiknast til að við séum orðin 12.402. Fyrirgefið 12.402. Vá. Í þessum hópi eftir daginn í dag. Elstu meðlimir útskrifuðust 15. júní 1970 og voru það 124 stúdentar. Við útskriftina gerist þið sjálfkrafa meðlimir í NHMH, það er nemenda á Hollvina samtökum Menntaskólans í Hamri. Og hvet ég ykkur til að fylgja hópnum á Facebook og fylgjast með því sem er í gangi þar. Þegar þið hófu skólagöngu ykkar hér í MH var dagurinn í dag líklega í órafjarlæg, jafnvel bara draumur, sem þið voru ekki alveg vissum að myndi rætast. En jú, eftir mikla vinnu hjá ykkur, stuðningi frá foreldrum og fjölskyldum og nokkuð mikill afskiptasemi af okkar hálfu, þá hefur stúdentskírteini ykkar nú verið afhent réttmætum eiganda. Þið eru með glóðvolt skírteinið í höndunum og það er ykkar að nýta það sem aðgangum að framtíðinni. Hvort sem þið nýtið það strax eða ákveða að nýta það seinna, það er alveg undir ykkur komið. Skírteinið mun gilda alla ævi og rennur aldrei út. Auðvitað er innihald stúdentskírteina í dag öðruvísi en það var voru 1970 þegar skólinn útskrifaði sína fyrstu stúdenta, en loforðið á bak við skírteinið er jafngilt og merking þess að vera stúdent er svo sama. Stúdentar fyrir tíma gengu að vissu lengur með húfuna á höfðinu, en það er ekkert sem segir að þið megið ekki gera það. Nema kannski bara tískan, en hún hefur ekki verið að vefjast fyrir ykkur flestum. Við erum búin að vera hér saman í dag og horfa á MH-ingar okkar taka á móti skírteinum, syngja, spila, flytja ræður og bara sitja. Þau eru að slá öll met í úthaldi að sitja kjur. Enginn hefur beðið að fá að skreppa frá, enginn hefur farið í símann nema með mig. Þú þurfum að skoða þetta. Og úthaldið er virkilega að skila sér. Kannski er það lokaprófið að halda það út að sitja í gegnum átöfni eins og þessa og bara vera og njóta. Vera fullkominn. Dagurinn er ekki liðinn, þetta er rétt að byrja. Í mörgum tilfellum bíða fjölskyldunar eftir að halda saman út úr skólanum og njóta dagsins. Ég vil þakka ykkur samveruna í MH og færa ykkur árnaðar og skýrt frá kennurum og öðrum starfsfólki. Góðu gestir, við endum þessa stund á fjöldasöng og syngjum saman Heimsum bói. Þegar við svo rýmum salinn að fjöldasöngum loknum, þá munum nýstúdentarnir ganga fyrstir út, sem er fyrir heiðurskóla dagsins, og svo kórinn á eftir þeim og svo tæmum við salinn. Ég þakka kærlega öllum sem hafa unnið að undirbúningi þessara athafna og þeim sem hér hafa komið fram. Þú voru stórkostleg upplifun. Ég minni á myndatöku af útskriftarhópnum sem verður hér eftir cirka 10–15 mínútur þegar við erum að styrka upp og þá má enginn missa því. Gleðileg jól! Thank you.